Leiklistaráhugi barna og unglinga hefur alltaf verið mikill og mikilvægt að virkja þessa hæfileika barna á meðan þeir eru enn ómengaðir. Æ fleiri unglingar sýna því nú áhuga að læra leiklist og var það meðal annars ástæða þess að nýopna dansstúdíó Alís á Akureyri bætti leiklistadeild við skóla nú í haust. Við erum mjög mikið að læra bara að tjá okkur sjálf og svona láta eins og bara fávitar og svona fáum að bara svona vera eins og við viljum og ekki svona feimin. Það partur af því að svona brjóta ísinn í þessu eða hvað? Já, það kannski fínt svona, byrjum á því að byrja að spuna að opna okkur og svona brjóta upp, segjum, svona koma okkur aðeins inn í þetta og mjög mikilvægt eins og hún byrjaði á því að fara bara létt í gegnum spuna og þá kynnist maður hverjum öðrum og tekur feimnina mjög mikið í burtu með því að byrja að gera sér að fíbli og bara leika sér sko og sem kemur þetta fyrir hún hægt að líka eftir allt sko. Ég hafði samband við hana Birnu, Pétursdóttir vinkona mína, sem að við leikum saman í leikriti í Leikfélag Akureyrar 2008. Hún kynntumst þar og ég vissi af henni að hún var í flutt heim frá London og byggi í Reykjavík. Þannig ég ákvað bara að skella á hana tölvupósti og athuga hvað viðbrögðin yrði. Og hún var rosa jákvæð og bara flytti norður og er bara og kennir öllum leiklistarhópunum og svo kennum við saman, við skiptum sönghópunum í tvennt. En annars sér Birna leiklistina. Og góð aðsókn? Mjög. Þetta fór alveg langt fram úr honum sko. Ég vissi svo sem ekkert hvað væri að fara að gera, hvort það kæmi 3 eða 100 og við erum með svona milli 200 og 250 nemendur. Þannig að þetta bara fyrir rosalega vel af stað og það er alltaf að aukast. En bara þegar ég var unglingur sjálf, þá var ekkert rosalega mikið í boði. Það var ekki leiklistarskóli Ella og það var engin söngleikadeild eins og við erum með núna og það var í rauninni ekki heldur dans í rauninni fyrir en bara ég verð 15-16 þegar Point opnar. Þannig en það er svona að aukast og það er bara minnst æðislegt. Heldur að verði nokkuð aftur snúið, núna er bara listinn komin til þess að vera. Algjörlega, ég vona það. Ég vona að hún bara fari ekki neitt. En þú ert með fólk á öllum aldri, sem frá 2 ára og hvað er elsti nemendur? Ég er ekki alveg viss, ætlaði að segja 50. Alveg svo gaman? Já, við erum með alveg bara þrusu fullarinnshóp í dansdeildinni. Þar eru nokkrar flottar fyrrum dansstjörnur sem hafa engu gleymt. Og þar eru einmitt nokkrar sem voru kennarar í gamla skólanum hjá mömmu, dansstúdíó Alís náðu fyrr. Það eru nokkrar af þeim kennurum sem kom í tímatíminn alltaf á miðvikudögum. Það er rosa fjör. Og aðstæðan bara við hliðina átæki? Já, við erum inn í skólastígnum hjá Sundlauginni og hérna erum við með svona okkar eigin aðstöðu og við settum upp bara þennan sal, byggðum veggi og ballettstangir og settum nýtt gólf með dempun í þannig að allir séu nú með heilbrigða fætur eftir öll hoppin og svona. Og við erum með bara klósett og allt bara alveg út af fyrir okkur en svo er hægt að fara í gegnum átak og fara þar foreldrar nýta sér það rosalega mikið þau komu með litlu krakkana á laugardögum 4 og 5 ára, fara í ræktina á meðan. Þannig að þetta var hentug staðsetning. Nemendur leiklistadeildarinnar á aldrinum 6 til 20 ára en stefnt að því að bjóða einnig fólki eldra en 20 upp á leiklistanám eftir áramótin. Svo erum við líka að byrja með fullorðins leiklist, svona kynningarnámskeið á leiklist fyrir fullorðna. Það sem Birna ætlar að kenna. Það sem er rosa mikið bara verið að leika sér og spuna og svona aðeins verið að fara í framsögn og svona engin sýning eða pressa, þetta er bara svona leikgleðin í fyrirrúmi. Í náminu er lögð áhersla á að nemendur upplifi leikgleði, læri grunntækniæfingar í leiklist, átti sig á uppsetningu leikverka og þjálfist í að búa til stuttar senur. Að þau læra að vinna með og greina texta, undirstöður í spunavinnu og að byggja upp karakter frá grunni. Árangusmarkmið eru einstaklingsbundin og miðast við aldur þeirra og þroska. Fyrir mig var þetta alveg stórt stökk og hjálpaði mér rosalega mikið bara að koma upp feimni og ég var freka feimin og þetta alveg bara ég opnaðist alveg út leið og ég byrjaði í þessu. Ég byrjaði í framhaldsskóla og það alveg bara gjörbreytti alveg hvernig ég leit á allt í skólanum og kom fram með fólk og svoleiðis. Þannig að þetta var rosalega, minnst þetta alveg eitt af því mikilvægasta sem ég hef gert í lífinu, finnst mér. En hvernig virkar þetta á þig? Já, þetta er bara búið að vera mjög skemmtilegt og þetta eflir svo mikið sjálfstraustið og maður verður sáttari og ánægður með sjálfa sig bara eins og maður er.